Hrafn, 5. sæti í þessari spá. Er það eitthvað sem við getum horft á sem jákvætt eða neikvætt? Ég veit það ekki sko. Ég held í fyrsta lagi að það sé svona stór hnappur að liðum þarna fyrir neðan þessa topp 3 sem að svona hanga spurningamerki yfir. Það var svona erfitt að svona sjá kannski núna hvernig þau raðast upp. En svona með breytingarnar á leikmannahópnum þá held ég að þetta sé jafnvel svona gjafmild spá sko. Ég held að mögulega hafi einhver lið sko kosið þetta út frá þeim forsendum að við myndum tefla fram Colin Pryor og bandarísku leikmanni sem er ekki raunin og mögulega þá hefur það híft okkur upp um einhver 1-2 sæti en bara fínt. Miklar breytingar á þínu liði. Hvernig sérðu stöðuna á liðinu núna? Ég held að það sé bara að fara eftir út frá hverju þú metur góða stöðu sko. Eins og ég sagði við Justin Sjás daginn, það mætti nú ekki móðgast en það verið helmingi skemmtilegra að þjálfa þetta lið heldur en liðið í fyrra. Út frá því er staðan mjög góð. Mikið af leikmennum sem að fara að takast á ný hlutverk og stærri og alveg sjúga í sig allan fróðleik og taka á því 100% hverja æfingu og eru spenntir. Finnum svona fyrir meiri spennu og meiri eftirvæntingu heldur en kannski áður og það er mjög jákvætt. En körfuboltalega myndi ég kannski segja að við séum sterkar undir körfunni en við vorum í fyrra. En þú veist, þegar þú tekur út Sjás, Tómas Heiðar, erlendan leikmann í bakvarðarstöðunum, Magnús Bjarka, þá náttúrulega segja þessi sjálft að það er kannski svona aðeins meiri spurningamerki fyrir utan. Það er bara okkar að stýra aksjóninu þangað sem að styrkleikar okkar liggja og það kannski verður ekki alltaf eins og að horfa á ballett en við skulum sjá hvort við náum ekki að einhverju sigurum út af því. Í fyrra fóruð þið tímabila sem þið áttuð að vera algjör toppbaráttu og jafnvel eiga möguleika á að vinna. Núna svona 5. sæti. Þetta er náttúrulega allt spurning vendinga. Heldur það sé þægilega að fara í þetta? Ég veit það ekki. Ég held að það sé bara ekkert sem heitir óþægild og þægild í þessu. Ég held að ég sem þjálfari til dæmis meti bara vinnu mína einmitt út frá því hvort að ég nái þeim markmiðum sem að ég og hópurinn setjum okkur. Við höfum ekki svo sem sest niður og skapað okkur þau markmið eða þá. Og mér finnst ekkert vera eftirsóknarverðara að þjálfa eitthvað ofurlið heldur en unglið eða eitthvað annað. Þetta bara snýst að setja sér markmið og ef við náum þeim eða jafnvel lengra þá er það bara frábær árangur. Glæsilegt. Það er ekki lengra.